Já, góður áhorfendur, verið velkomin í Káa TV. Hér að fara að hefjast fyrsti leikur karlamegin í opna norðlenska mótinu. Káa gegn Herði. Mikil og skemmtileg starf unnið fyrir vestan núna og verður gaman að sjá hvernig lið Harðar mætir til leiks. Byrjum á að kíkja á lið gestana. Þeir eru svona, það vantar að vísu líklega svona stærstu póstana í Hörð. Þeir eru með einn japanska landsliðsmann, 2 letta. Þeir eru allir verið góð gamni í dag, en liðið er svona skipað markmenn Stefán Jónsson og Rólands Lebedevs, útileikmenn eins og Guntis Pilpóks, Rævis Gorbunovs, Tadeo Saldúna, Axel Sveinsson, Mikil Amelía Rista, Óli Björn Vilhjámsson, Levi Morvæs, Jón Ómar Gíslason, Antóri Traustason, Þráinn Arlason, Eiður Carnero, Daniel Veil og Bragi Axelsson. Sjá núna Káa-liðið. Það er, sjáum Káa-liðið hérna bara. Sjáum í markinu eru Nikolas Satsvel og Bruno Bernat. Útileikmenn, bjóðum velkomin í Káa, Óðinn Þór Ríkarsson. Svo er Patrik Stefánsson og líka velkomin í Káa, loksins Einar Rafn Eiðsson. Æðislegur karakter, loksins mættur. 17 Pætur Mikkjálsson. 21 Jón Heiðar Sigursson, 22 líka nýr leikmaður Arnar Freyr Ársalsson, frábær styrking. Pætur náttúrulega líka nýr. 25 Allan Orberg, 28 Einar Birgir, 33 Jóhann Geir, 41 Haldur Bolli, 44 Ræta Snær og 77 Jóhann Einarsson. Þetta verður að stað, það eru gestirnir að vestan sem að byrja þetta. Jæja. Hörður, þetta allt í einu galopnaði svona hótaði lífsningur, gekk ekki, var bara dauð að færa Guntis Pilpóks, gerir fyrsta markið. En ég ætla að segja, það er virkilega spennandi að fylgjast með liði Harðar. Þeir eru að byggja upp handboltann fyrir vestan og þá þarftu vilt að byrja á því að fá öfluga leikmenn til að skapa áhuga hjá yngri iðkendum og fjölga iðkendum. Það er nákvæmlega sem þeir eru að gera. Þetta er geggja höfðum. Kemur Patrik Stefánsson með þetta sko beint á markið. Það var það fast, það endar í netinu 1-1. Patti Konobla. Jæja. Fín hreyfing hérna og hörku skotur utan. Þetta gera þeir vel, opna vel hérna fyrir Mikil Amelía. Svona þrumar sem markið. Kemur Herði í 2-1. Og boltan svo stólinn að Patta. Þessi lið Harðar. Ég er spennandi og það vantar með þess að segja. Það fara kannur í liðið og þeir eru komast inn í 3-1. Axel Sveinsson refsar hérna. Hann Carlos Martin Santos, þjálfari Harðar. Mikil spekulant og er að, eins og segi, gera fína hluti og alveg klárt mála Harðarliðið ætla sér upp úr grillinu og þetta er klaufalegt. Patti missir boltan og þeir keyra á okkur hérna og fjórða markið komið, þvílík byrjun. Daniel Veil skorar, staðan 4-1. Þetta er ekki byrjun sem við vildum sjá. Kemur frábær sending frá Einar Rafni inn á línuna og Einar Birgir skorar. Þetta er meira sem við viljum sjá. Fyrsti leikur Káa-liðsins í undirbúningstímabilinu. Menn kannski ekki alveg komnir í gírinn. Þetta er vel gert, enn eru þeir að skoða Harðarmenn. Þetta er hann Mikil Amelía. Já, ekki alveg byrjun sem Káa-liðið ætlaði sér, en það er alltaf nokkuð ljóst að það er mikil eftirvænting hjá liði Harðar fyrir að komast hérna og brotið á Einari Birgi. Bragi Axelsson, svolítið svona potturinn og pannan í starfi hjá Herði.
og harður í hornum taka og mikið metna þeir sem að gera. Mjög gaman að fylgjast með honum. Óðinn fær hérna vítakast og tveggja brottvísun. Algjör óþarf að fara í hann hérna. Flott sending hjá Einar Rafnir í hornið og Óðinn frábær sækja vítið. Og það er ekki mikið að spyrja því. Markaskorari Guðsná, Einar Rafn Eiðsson á punktinn. Hefur verið einn af markaðastu mönnum Ólís-deildarinnar undanfarinn áratug einhvern veginn. Bara ótrúlegur markaskorari og hann laumar hann í netið. Það er ekki að spyrja því. Og liðsmenn harðar manni færri. Og þeir spila manni færri. Já. Hann Rólands í markinu ætlaði að komast inn í skiptinguna en var einfaldlega stöðvaður. Það er að spilum manni færri, æfum það. 5-3 fyrir Herði, frábær byrjun hjá þeim. Það kemur, það er Sá þess að vörn. Raggi, hann er klár. Sá er klár. Ekki nægilega góð vörn, Galop á hornið, en Niklas Satsvel, hann er að verja fyrsti boltinn í honum. Patti keyrir fram, boltinn yfir á Einar, yfir í hornið og Óðinn í færinu, klárar þetta frábærlega. Óðinn er heldur betur að sýna það. Þetta er alvöru styrkur að fá hann í gáfabúninginn. Var náttúrulega algjörlega magnaður í Danmarku á síðast tímabili. Var endanum valinn í úrvalslið dönsku deildarinnar, sem er bara stórkostlegt. Og virkilega gaman að sjá hann hérna í gula búningnum. Kom hérna með félögum sínum og Einar Rafni og Arnari Freyr. Hvað endar þetta? Það er fáðkastið. Jóhann Geir var við það að stela boltanum. Og ganga erfiðlega hjá þeim. Mannum færi. Í frábær hreyfinga, missir valda boltan til náttúrulega fæðkastið. Við það er Brottvísun að renna sitt skeið. Og Rólands tryllar í markið. Höndin uppi. Fín klipping, þeir ná ekki boltanum og væntanlega þannig fótur. Já, Káa liða boltan. Það var smá reykistið hana, en þetta var rétt. Fór hérna í fót og Káa liða fær boltan. Getur jafna með þinn. Það er aðeins að ná áttum hérna eftir þessi erfiðu byrjun. Einar keyrir á þetta, losar hann á Patta, sendi ekki aðeins svo aftarlega. Kemur Jón Heiðar búinn á galótta pláss hérna fyrir Patrik og Patrik klárar þetta vel. Þetta var virkilega vel gert, það var ekki flókið. En Jón Heiðar keyrði á þetta, skapaði smá glundur á það og ranga talningu hjá leikmönnum harðar. Og þetta nýtti Káa sig vel. 5-5, þetta er allt annað. Komum 3 mark í raunina og það eru ekki búið að skora í að verða 4 mínútur. Og þetta skot Barbarsinski par excellence þarna frá honum Ræðis. Káa getur hún að komast yfir. Einar að brotið honum. Og Jón Heiðar milli 1-2, fær ekki neitt. Já, hann greinilega leifa hans í dag. Og sjáu þið að þetta er hann að hausa Niklas, en Niklas hann er búinn að lesa þetta. Vel gert. Koma þokkalegu hraði í þetta. Óðinn frábærlega klára. Hann fær Rólands til þess að setjast og laumar og svo yfir hann upp í fjær. Staðan orðið 6-5 fyrir Káa, 4 mörk í röð. Og Óðinn kominn með einhver 3 mörk. Nei, fyrir ekki, hann er komið 2 mörk, hann sótti vítið á hann. En þetta fín vörn hjá þeim félögum, Einari og Óðni.
Örvhentu undurinn. Það hafa verið ansi öflugir örvhentu leikmenn í KA-liðinu undanfarin ár. Átsi Egilsnæs var farinn núna, sem og Árni Bragi Eyjólfsson. Það voru alltaf frábærir síðustu leiktíð saman. Allan Norberg hins vegar áfram hjá okkur, en Einar og Óðinn mættir í staðinn. Og spennandi tímabil framöndan hjá KA-liðinu. Einar losar hann á Óðinn. Óðinn með frábæra hreyfingu fyrir gegn og hittir ekki markið. Ekki sáttur. Mínútur búnar að þessu, einsmarksmunur. En svona, KA-liðið að finna taktinn. No look sendingin á línuna, gengur að vísu ekki. Og brotið á honum Eiði Carnero. En eins og ég segi, þetta til fyrirmyndar hjá Herði. Þeir eru að koma á krafti í íslenskan handbolta. Sendi ekki fram á Jóhann Geir. Smell passa frá Niklas Satsvel og Jóhann skorar. Þetta vel gert, 7-5. Minni á að það vantar sterka pósta í lið Harðar. Þeir eru til alls líklegir í grilldeildinni í vetur. Og gaman að segja frá því að Ragnar Heiðar félagi minn fyrir vestan. Það benda mér á það að í þessum uppbyggingarfasa fyrir vestan þá ekki verið að rukka æfingagjöld. Það verið að reyna að skapa sem mestan á handboltanum og þetta algjört til fyrirmyndar og þá byrja hann að leik vel. Og galoppa hérna en skotið frá Guntis yfir markið, ófinn með þetta. Það var eins og flott klipping og hann var í fínu skotfæri hérna. Patti á Einar á Jón Heiðar línuna, frábær rykking Einar Birgir en ver frá í markinu. Hann Rólands lokaði þarna nær og las Einar Birgi vel hérna og Einar Birgir stelur þessi bolta, gerir þetta vel og náðu sendibygginni. Nei, við róum þetta. Vantar hann aðeins upp á þetta hjá gestunum núna eftir þessa flottu byrjun. Komast hann fyrir 3 mörkum yfir. Patti upp, neglir þessu, já, hérna kom enginn út á mótunum. Þá Óðinn vís. Hann allan tíman í heiminum að lesa Rólands í markinu og laði hann svo bara í hornið sem hann fór ekki í. 8-5. En já, það verður spennandi baráttan í grilldeildinni í vetur. Það bara 4 lið sem geta farið upp en þau ætla sér öll klárlega upp. Nágrannar okkar í Þór nýlega búin að taka ansi stórt skref að fá hörku þjálfara. Ætla sér klárlega að byggja starfið sitt aftur upp eftir að fall síðustu leiktíð. Hérna Einar Rafn Eiðsson að refsa og þá tekur Carlos Martin Santos leikhlé fyrir gestina. Kannski ekkert voðalega skrítið, KA búið að skora 7 mörk í röð og Herður ekki búið að skora í 9 mínútur sem kannski undirstrikar þessa frábæru byrjun hafðum að komast í 5-2 og já, það eftir aðeins 3 mínútur. Já, 9-5 fyrir KA. Spurning svona standið á liðunum. Það er þá aðeins í að tímabili byrji. En KA eins og komið áfram í bikarkeppninni. Tímabilið sem byrjar í bikarnum.
Og Káa þessu komið sjálfkrafa áfram í 8 liða úrslit þar. Slóu út Þór í 32 liða úrslitum á síðustu leiktíð. Svo var það bara út af COVID-pásu. Bikarinn settur núna í haust. Þar fekk Káa lið Vængi Júpiters. En þeir eru búin að gefa það frá sér. Þannig að Káa sjálfkrafa komið í 8 liða úrslitin. Mæti þar annarkot Stjörnum eða Gróttum og það verður fyrsti leikur tímabilsins. Þannig að mikilvægt fyrir lið okkar að nýta alla þessa æfingaleiki núna rétt fyrir mót og bara gaman að fá liðið svo Hörð norður. Senda hreitinu. Það var einstaklingsframtak hjá Mikael. Það var að segja þeir eru að klippa mikið, það vantar meira að þeir nái færslu á vörninni. Svona lína hann að Einar Birgi á línunni. Fín línusending frá Einari Rafni. Gekk hins var ekki. Og þeir róa stilla upp í sókn. Já, hann Rævis Gorbunovs er að stýra sóknarleik harðar manna. Fín hliðarreikin að lendir í Ragga og svona ef hann hefði tekið Rikkin betur til vinstri þá hefði hann líklegast náða að veiða Ragga bara í brottvísun. En hann svona eiginlega hann bremsaði sig niður. Línuna gengur ekki dæmt og við náum ekki að keyra fram eða jú. Á endanum finnum við Óðinn hérna og Óðinn keyrir á þetta, losar hann að Ragga og Raggi skorar. Já. Vel getur Patta, gekk ekki fyrsta að bombanum fram en svo var tækifæri hérna komin með Óðinn og Óðinn losar hann svo að Ragga. Raggi getur alveg skora líka. Þú maður sér núna með Káa-liðinu að það er að spila vörnina. Og þetta var alveg fyrir stórskipta. Þetta kláraði vel 10-6. Fyrir hálfleikur að verða hálfnaður. Og þetta skot áhugavert hjá honum Jóni. Hann var eiginlega á leiðinni niður. Þannig að hann var kannski ekki alveg í fullkomnu jafnvægi þegar hann tekur skotið. Og því fór sem fór. Einar frábær hugsun gengur eins og var ekki. Jón bombar hann fram og þetta er vel klárað, setur hann undir Niklas. Mingar þetta í 10-7. Óli Björn. Hann er kominn á blað hérna, hans fyrsta mark. Þetta ætti að verða bara áhugaverður leikur. Káa leikur svo gegn Fram á morgun. Patti losar hann Einar. Vá, þetta er svo fast. Þessi drengur er svo magnaður og verður að mæta honum. Það getur voðalega spennandi að vera í markið þegar svona bombur koma á markið. Og Káa leiðir aftur við 4, 11-7. Einar Rafn Eðsson kom með 3 mörk. Marka eftir að Káa. Grunari muni segja þetta nokkuð sem ég vetur. Frábær vörn í Óðinni þarna. Já, þeir eru að koma heldur betur öflur inn í þetta. Þeir félagar Einar og Óðinn. Já, þetta er að losa boltan, gerir þetta frábæla og þetta er tveggja brottvísun á Einar Rafn. Þetta er rétt fyrir með andlitið á Rævis. Þetta var virkilega gert hérna á Daniel
virtist þeirra búið að negla niður en hann náði að losa boltan og fyrir vikið er allt opið þarna og endar í brottu svona Einar Rafni. Káa manni færri. Ný sókn hjá gestunum, fín boltinn í hornið en Jóhann Geir er velvakandi, nær að loka þessu. Það hornið núna, þeir eru bara að koma bara að flota bolta, eða bara þetta frábælega opnað á línuna og frábæð varslagi á Niklas. Engin lína dæmd, þannig að Káa fær bara boltan. Já, ég held að þetta sé rétt sem að harðamenn er að benda á hérna. Það var nú farið af varnarmanni Káa sem stóð inn í teig. En ekkert dæmt. En þá mætir hann til leiks hann Arnar Freyr Ársælsson, kemur í vinstra hornið, nýr leikmaður Káa. Einn af þremenningunum með Einari og Óðni. Frábær varnarmaður, en getur líka verið virkilega góður í horninu. Og sjáuði þetta Óðinn Þór Ríkarsson. Klárar hérna með laglegri snuddu hérna. Káa 12, Hörður 7. Þetta er ekki flókið. Það var allt galopið. Og Ræfis er að skora gott mark. Nýttir sér það að hann kom enginn út á mótunum. Jæja. Enn einn skiptingin á Káa-liðinu. Jóhann Einarsson komin í vinstri skyttuna. Strákur sem hann æfa krafti í sumar. Spennt að sjá hvernig standið hann er. Svona á Jón Herri línuna, frábælega gert en hann hittir ekki markið, hann Pætur í fínu séns þarna, vildi fá meira en ekki neitt en ég held að það sé sem bara rétt. Hann fekk þokkalega frítt skot, hann hitti ekki markið. 12-8. Hornið en Óðinn fljótur að loka á þetta. Fín færsla. Allan, já, flottir í bakverðinum. Þeir ná að halda boltan á floti en skotið ekki nægilega gott. En ég finnst þeir vel drillaðir harðamenn. Þeir eru að spila boltanum vel og Jói Einars er að hörðu Óðinn ætlaði eitthvað svaka skrautmark þarna, skaut aftur í sig, fórlega beint í hausinn á Stefán í markinu. En hann fær varinn bolta, hann getur að brosa af því. Óðinn skoraði mörg, glæsileg mörg í dönsku deildinni. En þetta tókst ekki hjá honum. Allan svona á gráu svæði þarna, sleppir með þetta. 10 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik, Káa með svona ágætist taka á þessu en harðamenn gefa ekkert eftir. Pætur brýtur hérna á Ræfis. Hendi góðinu upp, Pætur lendir hérna svolítið aftan í, sleppir með þetta. Þeir eru að fara að koma sér eitthvað færi, tekur á skarið. Sendingar að vera búnar og frábær hreyfing. Ert að grínast þetta skothreyfingu. Og Ræfis Gorbúnovs kjössanlega tætti Allan Norberg í sig þarna. Skora 9. mark harðar. Annað markið hans í leiknum. Vá, þessi skotfinta var algjörlega geggjuð. Ja, kemur Jói, losa sig, hittir ekki markið eins og hann er færugrastið. Hárrétt, flott hreyfing hjá honum, en skotið því miður ekki á markið. Kemur leysingin frá Arnari úr vinstraflotinu.
Allan líki skýttur núna fyrir bara í gegn og skorar, já. Nær að fara með smá hefndum. Keyrir bara sjálfur í gegn og skorar. Já, hann getur alveg lest skýttuna á líka. En Allan Norberg fær einhvern veginn knái. Fækkaði ekki færingum hjá okkur í sumar. Þáttur að Átsi Eiðsnes skildi hafa yfirgefið okkur og fór það á vit ævintýrinu í Þýskalandi. Já, við fengum annan landsliðsmann færinga, hann Pætur Mikkalsson á línuna. Ég er spenntur að sjá svona meira frá honum, hvernig hann smellir inn í KA-liðið. Já. Vantar aðeins meira tempo og bolta hjá þeim fyrir að gera fína hluti. Það vantar svona örlítið upp á þetta. Sáuði kraftin í honum Pætri. Hendi komin upp. Losa boltan dauða færi og þetta er við klárað. Já, Gútis Pilbúks. Hann heldur áfram að skora. Kom með 2 mörk. Ég mega það að þeir eru fljótir að refsa þegar þeir sjá færið. Fínt skotfæri hana úr hægri skyttunni. Einar að kominn í hægri skyttunni að KA. Allan Norberg tekur náttúrulega langa innleysingu. Losar hann bara í hotn. Arnar Freyr í hotninu. Já. Þetta gerði hann virkilega vel. Allan Norberg er að spila frábælarna sem bara hann gerði leiksæðandi eða skytta. En Arnar Freyr, þetta gerði hann vel. Snirti pinni. Þetta var snirtilegt. Mikil orka býr í Arnari, eins og einn af var algjörlega frábær í bakvörðunni í vörninni. Új, þetta skot. Já, Daniel Veil með geggja skot, undandaskot. Minkar til 3 mörk. Það er að koma ansi framalega hérna á Jón Heiðar Sigurðsson. Með hann Daniel fremstan í blokki. Einar að losar hann á Jón út af sendingunni. Hún í smá vandræðum. Tíminn að leysa þetta betur. Jóhann í gegn og þetta klárar hann frábærlega. Þetta er svona hættan við það að koma svona framalega. Ef þú missir mannin aðeins þá er svo rosalega erfitt að bæta upp fyrir það á svona miklu svæði. Og Jóhann Einarsson, það gerði hann vel, virkilega vel, 15-11 myndi ég. Og brot hérna, já, ekki nokkuð spurning, brot hérna á Mikael. Hann kom hann í fínt færi, fekk smá pús og þetta er aukast, ekki nokkuð spurning. Þannig að dómarar í dag þeir Jóhann Gunnar Jóhannsson og Guðmundur Freyr Hermannsson. Jóhann Gunnar er nú eitthvað í að því þetta verði hans síðasti leikur á ferlinu sem hann dæmir. Það vona svo verði ekki skemmtileg dómari. En þetta er frábærlega leyst hjá þeim og gult spjald af Pætur Mikkalsson. Og þetta var gjörsamlega til fyrirmynda hvernig þið losuðu boltan hana. Daniel finnur línuna. Og Eiður Karneró af línunni kláraði þetta fram hjá Nikolás í markinu. Kemur þarna í langa innlýsingu og leysur svo aftur út síðan mér. Já, Einar að yfir á Jóhann Einarsson. Yfir á Jón Heiðar. Jón Heiðar er í hotnu, Allan Norberg og hann klárar þetta. Þetta var flott, þetta náði að halda boltan á floti. Færið, það var alltaf að fara að koma. Og Allan Norberg kláraði þetta stakri snild, kom með 2 mörk. 16-12.
Búið að vera jafnvægi í þessu núna eftir að KA-liðin á að svara fyrir frábæra byrjun gestana sem komast í 5-2 eftir aðeins 30 mínútna leik. Þá var KA búið að leiða núna með 3-4 mörkum. Þetta skot endar í netinu, Niklas hefði átt að verja þetta en Guntis Pilbúks sleppur með skrekkinn og fær þetta mark. 16-13, 3 mínútur rétt rúmar eftir að fyrri hálfleik. Og eins og segi, fyrsti æfingarleikur KA-liðsins fyrir veturinn. Já, Pætur hittir ekki markið. Gerði þetta vel eins og var hann að finna færið. Var hann umkringdur. En skotið fjarri. Og frábærlega gert. Þeir sáu svo sem vörslu hjá Niklas. Einar Rapp keyrir þetta fram. Og hann bara skýtur sjálfur. Já, frábærlega gert. Einar Rapp Eiðsson. Þannig að sér markið þá það bara mark. Í svona 99% tilfella. Geggjaður gæði. Og KA 17, Hörður 13. Og spurning svona það líður á hvort að KA-liðin á að skilja sig betur frá. En hrós á lið Harðar. Þeir eru að spila fínan bolta. Þeir eru að ná að losa rétt á þeir eru neldir. Þannig að KA-lið í bölvu brasi varnarlega séð að ná að stoppa þá. Fyrir vikið eru þeir búin að skora hérna 13 mörk. Opna hornið, já, dauða færi horninu og það er 14. Já, Guntis er að til sín taka. Þannig að finnur Allan. Jæja, við róum þetta og stilla upp á nýtt. Einar Rafn trítlar ægra megin. Jóhann kemur sér á miðjuna og Jóhann Einarsson í vinstri skyttu. Allir í sinni upp á stöðu. Kemur Arnar, losar hann og Einar Rafn. Þetta er alltaf tveggjaðan brottvísun. Það er ekki okkur spurning. Hann mátti ekki setja fótinn fyrir boltan. Já, Levi Morvæs getur nú lítið sagt við þessu. Og KA farið í nýja sókn og er manni fleiri núna út fyrir hálfleikinn og aðeins inn í seinni hálfleikinn. Já, mætir Haraldur Bolli Heimisson á línuna á KA. Ungur og efnilegur strákur. Sjáu þetta úlfur í þessum gæja Einar Rafn Eiðsson. Það gerði hann virkilega vel. Kemur KA í 18-14. Ja, aukamæður í sóttinni á Herði með mann út af í brottvísun. Markið er aukt. Pætur, já. Stoppar hann ræðist þarna. 25 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Reyna vantilega að skjóta eins seint og þeir geta. Slöksending út af. KA-liðið fær break hérna. Enginn í markinu. Arnar skorar. Já. Jón Heiðar fljótur átt að sig. Kemur boltann fram. Og Arnar Freyr gerði það vel. Brunaði fram og sótti markið. Og hérna líður þessi tími út vantarlega. Og hálfleikstölu 19-14 KA í vil. Þetta er búin að vera upp og ofan. Frábær byrjun Harðarmanna. Þeir fá uppkastið. Nei, hann vill ekki taka enda algjör óþarri í æfingarleik. Það verður að taka einhver óþarri áhættu að bomba í menn eða eitthvað svoleiðis. En já, hálfleikstölur 19-14 fyrir KA. Leikmenn Harðar manni færri í einhverja 45 sekúndur í viðbót inn í seinni. En sjáum hérna tölfræðina. Einar Rafn Eiðsson 5 mörk úr 5 skotum, ekki klikka skoti, fengið hérna brottvísun að auki. Óðinn Þór Ríkharðsson 3 mörk úr 5 skotum.
Patrik Stefansson 3 mörk úr 3 skotum, Arnar Freyr 2 úr 2, Allan Árberg 2 af 2, Jóhann Geir Ragnarsnær og Jóhann Einarsson allir með 1 af 1, ekki mörg skot farið forgörðin hjá okkur og Nikolas Satsvel með 6 varin skot, 30% varsla. Sjáum þá lið gestana. Það Guntis Pilpóks markaðastur með 4 mörk, hann búinn að taka í 6 skotum. Rævis Gorbunovs með 3 af 4, Mikkel Amelíbea með 2 af 2, Daniel Veil 2 af 3, Axel Sveinsson 1 af 2 og svo þeir Óli Björn og Eiður báðir með 1 mark, Eiður hins vegar 1 af 3 og í markinu þar Stefán Freyr með 1 varið skot, 11% vörslu og Róland var með 1 skot og 8% vörslu, þannig að það var svona svolítið vant upp að vörsluna hjá gestunum. Sjáum svo hérna tölfræði liðana 19-14 fyrir Káa, 5 skot farið forgörðum með Káa liðinu gegn 8 hjá Harðarmönnum og já, Káa búið að fá 1 víti og skora á því. Annars þetta fyrir utan þessa byrjun búið að vera samfærandi hjá Káa, búið að leiða í 22 mínútur og 28 sekúndur. En já, heldur við að taka smá pásu og koma fersk í seinni hálfleikinn, sjáumst þá.
Já, þá erum við að verða klár hérna í síðari hálfleik. Fyrsti leikur karlamegin á opna Norðurlandsmótinu. Minnum á klukkan 8 á sínum leik ungmennaliðs KA og Fram. En þessi leikur hérna er búinn að vera áhugaverður. Gestirnir að vestan byrjuðu af miklum krafti. Keyrðu í baki á KA-liðinu sem var að gera mistök og komist í 5-2 eftir aðeins 3 mínútna leik. En síðan þá hefur KA tekið yfir og ég er svona með fínt taka á þessu þó að vissulega verið til að sjá að fara aðeins lengra. Þetta er frábær markvarsla, dauða farið á Jóhanni Einarsinni. Lögmagetin klofið á Róland sem að vera sinn annan bolta. Laga prósentuna heldur betur með þessu. Einar Rafn niður í hornið og Arnar Freyr klárar þetta á næstingina. Þetta er vel gert af þeim félögum. Jæja, 20-14 og í það mynd sem að gestirnir fá fullskipa lið á ný. Það var ekkert voðalega flókin nýting á yfirtölunni. Það er bara hægri skeytan upp og setur boltan í lausa hornið vinstra megin og Arnar Freyr klárar þetta vel. Minni á að segja að vantar nokkra kanónur í harða liðið, þannig að já. Jæja, þá getum við haldið áfram hérna eftir smá pásu. Jæja, smá hasar á línunni en áfram gakk. Lítið að verast núna og þetta er vandræðilegt, þeir sleppa með þetta fákastið en höndin hlýtur að vera að koma upp. Já, höndin er komin upp núna, kemur leysingin, opna hornið, gengur ekki, þetta var smá erfitt hjá þeim, þetta skot framhjá en brotið á Tadeo Saldúna. Það er óþarf að brjóta þannig að hann var í erfiðri stöðu. Ja, hvar endar þetta? Það er ansi löng sending, ansi löng sókn. Ja, skotið beint á Niklas og frákastið á Jóhanni Einarsinni. KA-liðið kemur í seinni. Einar Rafn, fín hreyfing, losar hann á Jón Heiðar í hornið, Arnar Freyr á horninu og klárar þetta á stakri snilld. 21-14 og gegnum gangandi finnst mér svona KA-liðið vera að slípast betur og betur til sem er svona bara eðlilegast í heimi. Menn eru að finna taktinn á ný eftir svona kannski aðalega lyftingar og hlaup í sumar. Nú er að koma meira og meiri bolti í æfingarnar. Og þetta er klaufalegt. Arnar Freyr stillir boltanum. Ragnar Snær á hornið, Allan Norberg. Allan setur hann undir. Hann er Rólands í markinu og KA er að stinga af. 22-14, 8 marka munur, aðeins 3 mínútur búnir að setja hann leik. KA kom með 5 mörk í röð núna. Þetta var svo sem viðbúið, alltaf meiri breytt KA megin og eins og sérstæðlega finnst það vantar nokkra öfluga í liðgestana en þeir eru einhvers að búin að standa sig flott hérna langan á leiknum. Ég er á smá vegg núna, það er bara að ná að höggva hnútinn. Pætur nær á endanum að stoppa Jón Ómar hérna, hann kom í smá erfiða stöðu hérna, fekk litla hjálp. Frábær línusending, þetta var geggjað og hann Eiður Carnero skorar á línunni. Þetta var frábærlega vel útfært, ekki flókið en svínvirkaði.
Einar, hérna var galop á línunni, hann Harðabolli, nei, hann var Pætur fyrir ekki og svo kemur þessi frábæra varsla á Niklas. Við erum í yfirtölu núna, Jóhann í hornið og Arnar skorar. Það ekki að spyrja því, sá að klára færin virkilega vel. Það svolítið á honum núna, hann að fá færin í horninu og stendur fyrir sínu í bakverðinum í vörninni. KA 23, Hörður 15. Kemur þetta skot upp úr nánast engu Ræfis Gorbunovs. Hann hefur ekki lagt árar í bát hérna. Hann er einna besti leikmaður harðar í þessum leik. Jóhann Einarsson losar hann á Einar Rafn og Einar Rafn, hann bara skorar. Það er ekki voðalega mikið pláss til að aðtapna sig. Bombar þessu í netið. Áfram 8 marka munur. Það koma smá jafnvægi í þetta núna. Liðin skiptist á að skora. Enn að reyna að finna línuna, gengur ekki en fá auðkastið eðlilega. Býttu nú við. Fengið kannski eitthvað slink á hnía þarna, hann Eiður lítur ekki vel út, það var engin kontakt eða neitt. Vonum að sé lægi með kappan, þetta leit ekki vel út. Var að snúa og bakka með hann eftir að hann tók aukastið. Hann legg strax niður, þetta lítur ekki vel út. Þetta er leiðilegt. Batakveður á Eið. En við höldum eins og áfram leik hérna. Einar Rafn brýtur þetta á Ræfis. Hann ætlaði sér að koma fram hjá honum en Ræfis einhvern veginn fylgdi honum bara. Þannig að Einar keyrði bara beint á hann. Gaman að þessu. Já, þessi hlíðarhreyfing algjörlega geggjuð þetta hjá Ræfis. Og hann sækir vítakast. Fintaði þarna Pætur bara í tætlur. Og þetta snirtilega afgreitt af punktinum. Hann Ræfis á eins og segi búinn að vera öflugur. Og það verður gaman að fylgjast eins og segi með þessu liði gestana í grillinu. Einar tilbaka á Jón Heiðar opnar fyrir Allan á horninu og klárar þetta. Þetta var snirtilega gert. Það var bæði allt galopið fyrir Jón Heiðar og Allan. En Jón Heiðar sem svo mikill liðsfélagi og hugsa alltaf fyrstum félagandunum svona sig. Losa hann að sjálfsögðu Allan sem skoraði. Frábær hreyfing og frákastið hjá Allan. Niklas Satsvæl að taka mikilvæga bolta. Einar Rafn, ópinn næstu með skref hérna, boltan stóri í staðinn. Dauða færi hérna hinum megin og nú skoraður. Já, Guntis fyrir ekki Pilbúks.
komið með 5 kvikindi. Hann og Ræfis eru markaðastir. Gundis með 5, Ræfis 4. Einar. Það er brotið á honum. Hann komur hérna í erfiða stöðu hugum megin. Einar. Lósar hann á Jón Heiðar, já, hann er honum. Og Jón. Brotið á honum. Alveg spilum við brottið svona þarna, en þetta er sleppum við skrekkin. Og bara áfram gakk. 20 mínútur rétt rúmar eftir af þessu leik. Höndin komin upp núna. Leysingi frá Arnari. Jón Heiðar. Hann frábærlega klára, hann hótar klippingunum við Einar fyrir vikið, fyrir allt í tómtjón vartanlega hjá gestunum og Arnar sem hafi leyst þarna dauðafrí. Flott yfirsýn hjá Jóni eins og svo oft áður, frábær spilari. 8 marka munur á 9. Jæja, Helgi Tveinar er hérna, stendur bara og bíður eftir að Daginn tekur hreyfinguna sína. Hleypur svo bara á Einar. Hörku skot þarna frá Ræfis. Men bara verða að mæta honum. Öflug skytta. Kemur Óðinn Þór afturinn í hægra hornið. Það er virkilega gaman að sjá þá félaga Arnar, Einar og Óðinn í gula búningnum í vetur. Sjáu þetta, gengur við ekki upp. Sendingi fram og hvar endar þetta? Já. Þeir fá aukastið aftar af vellirum. Jæja, alltaf bara inn í end. Þeir fá boltan, gestirnir. Tíminn stopp. Tímaðurinn ætlaði bara að fara að skúra. Hér ganga mann í öll sörf. Gaman að þessu. En já, það verður kannski svona aðeins svona betra að sjá standið á KA-liðinu á morgun þegar við mæta Fram. Sá leikur klukkan 12 hér í KA-milinu beint á KA-TV. Svo klukkan 2 er stórleikur KA Þórs og Fram kvennamegin. KA Þór er að spila akkurat núna í höllinni við IBFU. Eitthvað sem er hafið það. En stórt test á morgun á bæði KA og KA Þór gegn Fram. Þetta er skot í stöngina og út. Innarafnir í hornið og það er tilbaka, losar hann á Patta, Patti á Jóa og Patti svo farfylgi. Skýtur þetta svo fast að þó hann fari í hávöldinu eða eitthvað svoleiðis. Boltinn endar samt í netinu. 27-19. Og var einn bolti þarna frá Einari Birgi. Sá danski var til sín taka.
Þá taka gestinni leikli, Carlos Martin Santos, sé ná í bili. Spurning hvort þeir ná eitthvað að laga stöðuna. Svona, finnst mér tempóið aðeins dottið niður innan síðustu mínúturnar. Og þetta voru svona pjúra æfingarleikur. Sjáum hérna markaðistu menn. Einar Rafn og Arnar Freyr báðu með 6 marka KA. Og svo þeir Patrikur og Allan með 4. Og Óðinn með 3. Ræfis 6 hjá gestunum, 5 hjá honum Gúndis. Og Mikael Eiður og Daniel allir með 2 mörk. 8 markamunur og KA liðið með fínt taka á þessu, en vissulega verður maður til í að sjá þá fara í næsta gír. En eins og ég segi, tímabilið byrjar á bikarkeppninni sem var á síðustu leiktíð. KA tryggði sér sæti í 16. úrslitum bikarsins með sigri á Þór í höllinni. Síðan var bikarnum frestað núna fram í haust út af COVID og nú er orðið ljóst að KA komið sjálfkrafa í 8. úrslit eftir að Vængir Júpiters drógu sig tilbaka, en þá KA dróst gegn þeim og KA farið í hörkuleik í fyrsta leik bikarsins í 8. úrslitum með annarkot Stjarnan eða Grótta. En við þurfum að byrja að klára þennan leik. Einar losar hann á Jóhann í gegn og skorar. Það hafði engan áhuga á víti, vildi bara skora sjálfur, eðlilega. Sáu hvað Einar Radda búið að lesa þessa liðarhefingu. Hann tók aldrei skrefið með honum, hann bara fór beint í þá átt sem hann reiknaði með að myndi fara. Og skemmtilegt brot þarna. Kann að lesa leikinn. Línunum gengur ekki vel gert hjá Einari Birgi. Það er að slá boltann í burtu og sendingin fram á Óðinn gengur ekki og gestirnir fá boltan á ný. Síðari hálfleikur að verða hálfnaður. Bara stóra spurningin hversu stór sigur KA verður. Misundin sending beint á Óðinn og Einar, hann er að velja, losar hann á Patrik, Patti keyrir á þetta og Fibri Getta skorar. Nei, Fibri Getta fær hann ekki í vítakast, aðja. Þetta, aðja, aukast er dæmt. Það er ekki vísindi þetta. Aðja, Einar er búinn að fá tilkynningu um að þetta sé hann síðast og sótt. Alveg trú að hann enda hann á skoti. Og við klippur Einar með plás og hittir ekki markið. Næja, það fór hann eins og maður reiknaði með Einar myndi skjóta. En hann enda líka bara í dauða færi fyrir stórskipti eins og hann er. Þá trýtir hann út af.
Jæja, smá vandræði hérna á sóknarleik gestanna. Hvar endar þetta? Hendi kominu upp og þeir eru í smá vandræði með þetta. Hluti tekur á skarið, flín hreyfing hérna hjá honum Rævis en stoppaður og nú er sendingin vantar að fara að vera búnar. Kemur leysingin og Rævis finnur leysinguna og þetta er dauðafæri og frábælega klárað. Axel Sveinsson leysti hérna vel og fekk boltan, kláraði þetta fram hjá Bruno Bernat í marki KA. Jæja, 7 markamunur, þetta er búið að haldast í 7 til 8 mörkum núna eftir öfluga byrjun KA í seinni hálfleiknum. Patti keyrir á þetta og ekki dæmt, þetta er náttúrulega lína. Já, Rævis hefði kannski getað komið sér frá þessum bolta. Patti vildi fá eitthvað meira en ekki neitt. Tólf mínútur eftir að þessu. Patti, fín hreyfing hjá honum, losar hann á Jóa en þetta er full þröngt fyrir Óðinn. Jón Heiðar með slaka sendingu, gengur ekki og þeir ná ekki að keyra í bakið á okkur. Og stilla því bara upp í sókn. Gengur ekki að fá aukakastið. Jóhann Einarsson dæmdi brotlegur. Finna línuna. Jæja. Eins og ég mist tempo í þessu leik, gjörsamlega farið. Þetta orðið ansi æfingarleikjalegt eitthvað. Minnum á leikinu eftir ungmennileg KA gett fram klukkan 8. Þetta er eins og fín hreyfing og vítakast dæmt, ekki einhver spurning með það. Daniel Veil kemur sér í gegn. Og Rævis hittur hann í stöngina og út. Og við erum því áfram í þessum 7 til 8 mörkum sem við verðum að muna á liðunum. 10 mínútur eftir af þessu. Patti upp, þurrumar þessu, en þetta er vel varið og frákastið er hjá Einari Birgi. Sá danski er að klára þetta vel. Hann hæði frákastinu og klárar þetta vel. Þetta er ánægður með Stefán í markinu. Hann fagnaði enga síður eftir að frákastið hafi endað í marki. Það var góð varsla hjá honum. Og tveggja mynda brottisinn hann á hann Pætur Mikkelsson. Já, treyjan hjá honum Rævis er orðin hansi ræfilsleg. En þetta er bara æfingamót, við höldum bara áfram. Fín boltinn í hornið og þetta klárar hann við á næstöngina. Já, Óli Björn Viljámsson
komið með 2 mörk. Nei, fyrir ekki þetta er hans 3. mark. Nýta sénsinn vel. Gegn, eins og sterkur liði Káa. Káa liði ætla sér klárlega hluti í vetur. Patti losar hann á Jóa, Jói. Aja, farið kastið. Jón Heiðar keyrir á þetta, farið kastið. Það slepp gett hann að Káa allar manni færri núna aðeins lengur. Við erum að vera agaðir, við ætlum að auka mann svolítið. Kemur Jóhann, hann er pláss og hann þrumar þessa markið, þetta er vel klárað og nafnans Jóhann Geir tekur svo skiptinguna og Bruno Bernat mættur í ramman á ný. Þetta var vel útfært. Skyndilega allt galopið fyrir Jóhann Einarsson og Jói skoraði sitt 3. mark, flottur í dag. Og Bruno verður þarna góðan bolta, keyrum fram, Óðinn, fer bara sjálfur. Dæmt að Óðinn hafi farið út fyrir. Óðinn lætur nú Guðmund dómara aðeins heyra það. Hann er búinn að taka gleði sinni á nýjan Óðinn. Var smá pirraður í augnablikinu. Skynanlega marka maskína. Var komin í getana. Boltinn á línuna en frábæra lesi á Einari Birgi. Og Óðinn fær slaka sendingu. Mistök núna á báða bóga, þá tekur Carlos Martin Santos loka leikhlé gestana. 7 mínútur rétt tæpar eftir að þessu og já, þetta er orðið svo sem tiltölulega augljóst. Eins og við búin að segja svo oft í dag, það er nóg handboltaveisla framundan hérna á Káa TV. Leikur klukkan 8 eftir KA-U gegn Fram, karlamegin. Svo á morgun klukkan 12 Káa gegn Fram. Og svo kvennamegin 14:00 Káa Þór Fram. Liðin sem að mættust í hreinum úrslitaleik deildarmeistaratitilinn kvennamegin í fyrra. Það er síðustu leiktíð, en ekki langt síðan. Sem að Káa Þór tryggði sér titilinn með jafntefli í Safamýri sem dugði þeim til þess að verða deildarmeistarar af innbyrðis viðureign sem er alltaf eins jafnt og spennandi og það getur verið. Þá höldum við áfram leik hérna. Reikna með þetta að vera síðasta leikliðið í leiknum. Jonni ekki tekið leiklið til þessa. Gera nú svona ólíklega úr þessu. Fín vörn hjá Pætri. Verðin að bolta vel. Jón Heiðar kemur sér aftur inn í sótina hérna. Stýra spilinu. Jói losar hann á Jón Heiðar. Jón Heiðar er Óðinn. Hörðu, hann er frábær markvarsla hjá hann Stefáni. Stefán búið að taka bolta. Þetta er aukast, ekki nokkuð spilum með það.
5,5 eftir. Áfram þessi 8 marka munur að vera gegnum gangandi hennar síðari áleik. Þetta er bara mark. Það Danlið kannski fóka meirandi bara markið, en gerði það bara vel, kláraði þetta. Jói í gegn, skorar, frábærlega gert. Hann er eins og búinn að æfa af kraft í sumar og er með mikla snerpu, flottu gæi. Óðinn er að stila boltanum en hann er ekki að halda hann inn á og innkastið er því gestana. Hvað endar þetta? Lítið að vera. Óðinn styrir þessu. Þetta gerir hann vel, kemur hann fram á Einar Birgi, flott sending og Einar á Pætur og Pætur. Já. Klára þetta virkilega vel og hérna bólurinn hjá honum Óðinni í tætlum. Það er ekki bara búningurinn hjá honum Ræfis hjá gestunum sem er búið að finna fyrir því. Tveggja vinna brottvísun. Þeir mitt á hann Eið fyrir þetta brot á Óðinni. Þetta skot, það er Bruno verið á endanum, var heppinn, boltinn hendaði stönginu út. Jói á Patta, Pattin vissi boltan, klaufalegt. Það eru manni fleiri, ég meina nýta okkur það. Mönnurinn 9 mörk, spurning hvort að KA-liðið náði ekki 2 marka fórustu, eða 2 talna fórustu. Fín rykking á línunni en þeir finna hann ekki. Og Óðinn nær að koma hendi bolta og Pætur nær þessu. Þetta gerði hann vel. 20 sekúndur eftir að brotti sem gestana. Þurfum við að henda upp í gott kerfi. Nýta tækifærið að vera í yfirtölunni. Og kemur Jói í dauðafæri, frákastegi hjá Pætri og Pætur skorar, já. Í það mund sem að hún klárast, brottinsur skorar Pætur Mikjálsson og kemur þessi í 10 marka fórustu, 33-23. Endanum sannfærdi hjá KA-liðinu en Hörður búinn að sýna fína takta hérna í dag. Þetta skot ekki reyðilega gott, binda Bruno bombar hann fram, Óðinn, nei, hann missir hann. Þetta er nú, það eru gestinni sem eiga hann. Lokamínútan að ganga í garð. Bara spurning hvort að gestinni ná að halda þessu undir 10.
Línan galopin, finnur hann ekki. Höndin uppi. Þurfa bara að taka skarið. Skotið beint á Bruno og Bruno fram á Óðinn. Óðinn fær það beint í hendunar og hann líka fast að fara að skora hérna. Já. Frábærlega gert, 34-23. Og 10 sekúndur eftir. Sjáum hvað þið gera. Við finnum á það hotnið, Jóhann Geir lokar á það og þetta að ranna í sandinn. Og þetta búið. Káa vinnur hérna á endanum sannfærandi 11 marka sigur á liði Harðar. 34-23. En ég ætla samt að hrósa gestunum meðan þeir sína köflum flottan leik og verður gaman að sjá þá í vettur þegar þeir eru búin að ná að endurrita allt liðið sitt, allir komnir í land og svona. Það er svona kíkja aðstöðu á tölfræðina áður en við sinna gott í bíli. Einar Rafn Eiðsson og Arnar Freyr Ársælsson markaðistir Káa með 6 mörk hvor. Einar Rafn klikkaði einu skoti, Arnar Freyr klikkar ekki skoti. Geggjaðir Óðinn Þór skorar 4 mörk og Patrik Stefansson einnig og Allan Norberg 4 af 4 geggjaðir. Jóhann Einarsson með 3 mörk. Pætur Mikkjalsson með 2 og svo er Einar Birgir Jóhann Geir og Ragnar Snær allir með 1 mark. Niklas Satsvel verður 9 bolta í markinu, 31% varsla. Bruno Bernat 4 varið skot, 57% varsla. Geggjaður Bruno. Sjáum gestina hérna Ræfis Gorbunovs með 6 mörk markastur. Gunndís Pilbúks með 5 mörk úr 8 skotum. Óli Björn 3 af 3. Daniel Veil 3 af 5. Axel Sveinsson 2 af 3 og svo var Mikael með 2 af 2 og Eiður 2 af 4. Stefán Freyr átti bara allt í lagi leik, varði 5 skot og 4 af þeim í seinna leik. Róland Levedovs varði 2 skot, þar af 1 í fyrri og 1 í seinni. Jæja, þannig að sjáum við tímalínuna að lokum. 19-14 Káa yfir í hálfleiknum. Byrjaði seinni hálfleikinn af krafti, komið sér 8 mörk og það hélst nær allan seinni hálfleikinn. Þannig til að Káa kláraði svo með síðustu 4 mörkum leiksins og endar með 11 marka sigur. En já, Ágúst Stefánsson heiti ég, þakka kærlega fyrir árið. Stefán Jónsson var mér til aðstoðar og við komum svo aftur kl. 8 sem sínum ungmennaliði Káa mæta fram. En takk í bili, bless bless.